Góðan daginn. Velkomin hér á þennan súpufund. Við vorum með fund hérna fyrir jól þar sem að Stjarnan kom og kynnti sitt starf og það mættist vægast að brjóð fyrir, þannig að það greinilega vettvangur fyrir þetta að menn komu og hlusti á hvað öðru félög eru að gera. Þannig að við höfum fljótlega samband við Skagamenn og þeir voru heldur til í slaginn að koma að segja okkur sem þeir gera líka. Og Jón Þór Hauksson, yfirþjálfari, ætlar að segja ykkur aftur starf Skagamanna. Við erum sennilega tæknumæðir hérna á tölvunni og ég held að Jón Þór vilja hafa það með því ekki bara spurt meðan að félagið það. En út af þetta tekið upp, þá ætlum við að reyna að fá hann til þess að endurtaka spurningum eða eitthvað svo að skilja sér upptökur okkar. Það spyr ég og hann svarar eitthvað strax á mig, þið líka hnýtt í hann að þeir eru myndið að endurtaka spurningum. Annars að bara gera svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða okkur. Og takk fyrir að koma. Heyrist ágætlega í mér? Já, þetta heyrist. Ég heiti Jón Þór Hauksson og kláraði KSÍ þjálfaramentunina í Englandi 2011. Ég hef þjálfað hjá IA síðan 2008, yfirþjálfari yngri flokka síðan 2013 og aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla síðan 2013. Þar á milli þjálfaði ég annan flokk, þriðja flokk, afreksþjálfari hjá félaginu, morgunæfingar og þannig að ég hef komið að ýmiss konar þjálfun hjá félaginu síðan. Eins og Arnar sagði að þá erum við ekkert alltof formlegir í þessu og þið bara stoppið mig ef að þið hafið einhverjar spurningar á leiðinni. Ég ætla að fara yfir okkar starf, yngri flokkastarf og afreksstarf og fara aðeins yfir starfið okkar. Svona aðeins til að átta sig á okkar klúbb, iðkendafjölda og öðru í yngstu flokkunum hjá okkur. Í 8. flokk þá æfum við inn í íþróttahúsi einu sinni í viku. Erum þar með 5 þjálfara. Þessum flokki skiptum við upp í fjóra hópa. Við erum með stelpur sem að æfa sér, það er aðskilið, við kynjaskiptum því mjög fljótlega þarna haustið 2013 í þeirri vonum að auka iðkendafjölda þar og það tókst ágætlega. Félög hérna í Reykjavík voru farin að gera það og hérna við pikkuðum það upp og það stóð ekkert á sér að fjölgaði mjög fljótt upp í held ég 25 stelpur mest. Það var aðeins farið niður aftur núna, þannig að við þurfum að gera átak í þessu aftur núna, fara að keyra í leikskólana og spýta aðeins í þarna og reyna að keyra þetta aðeins upp aftur. Við erum með, eins og ég sagði, fjóra flokka. Við erum með elsta árganginn í leikskóla. Strákarnir æfa sér, sá árgangur, stelpurnar æfa sér. Svo erum við með 2 stráka hópa í viðbót. 7. flokkur, þar erum við æfum við 3 ári viku í Akranshöllinni. Strákarnir æfa í sínum árgöngum, 1. bekkur er sér og 2. bekkur sér. Skiptingi þar er nokkuð jöfn, tæplega 30 strákar sem eru í hvorum hópi. Þar erum við með 5 þjálfara, þannig að við erum í mjög góðum málum í yngstu flokkunum þarna hvað varðar þjálfara per iðkenda. Við erum með 5 til 8 á hvern þjálfara. Þannig að 5. flokkurinn hjá okkur og 4. flokkur eru stóri. Við höfum verið núna síðustu 10 ári eins og bara á landsvísu höfum fjölgað verulega í starfinu hjá okkur. 4. flokkurinn æfir 4 sinnum í viku. 5. flokkurinn líka, strákastelpur og svo erum við 3. og 2. flokk þarna. Þannig að þetta er bara rétt til að þið gerið ykkur grein fyrir okkar starfi í iðkendafjölda. Rauðu tölurnar eru fjölgun milli ára. Í karlaflokkum 387
2015 325, hverju flokkarnir 164, 135 árið þar á undan og alls 551, 460 árið þar á undan. Þannig að þið sjáum að í kvennaflokkunum að þar þurfum við að bæta í og markmið hjá okkur að fjölga þar. Annar flokkur að það er fjórið í Íslandi? Nei, við erum með 2 lið, síðan erum við í samstarfi við Kára sem er í 3. deild. Þannig að já, það gerir það og inn í þessu er líka þeir strákar sem eru í okkur meistaraflokk. Þannig að við erum alveg góðir með 2 lið í öðrum flokki plús og Kári. Rennum aðeins yfir gildin, metnaður, vinnusemi, þrautseigja, virðing og agi og stefna og markmið að vera í fararbroddi í þjálfun og fræðslu leikmanna, byggja upp öflugt knattspyrnufólk, sterka og heilbrigða einstaklinga. Félagið keppi í efstu deild bæði karla og kvenna í öllum flokkum afrekssviðs. Þarna erum við ekki alveg að ná okkar markmiðum. Augljóslega erum í fyrstu deild í meistaraflokki kvenna, við féllum úr Pepsi-deild í fyrra, síðasta tímabili. En það er alveg klárt markmið hjá okkur að 3., 2. og meistaraflokkur sé að keppa í efstu deildum í þessum flokkum. Heimamenn eru kjarnir í leikmannahópi meistaraflokks, þarna getum við vel sagt að við séum að uppfylla okkar markmið. Iðkendur séu félaginu til sóma í keppni á vegum félagsins og svo er það þessi punktur þarna niðri að við berum samfélagslega ábyrgð og þurfum að sinna afreksstarfi samhliða því. Þetta auðvitað þekkið þið og kannski sérstaklega sem að búum í minni bæjarfélögum að þetta getur oft á tíðum verið krefjandi að tvinna þetta tvennt saman en ég held ég geti sagt að þetta hefur gengið betur og betur og afreksstefnan sem í raun og veru er alveg niður í yngstu flokkana er að skila sér og eins og sjáum við í iðkendatölum að getuskiptingin og það sé að skila sér í auknum iðkendafjölda þannig að hver leikmaður hver iðkandi fái verkefni við sitt hæfi og svo framvegis. Afreksstarfið okkar, morgunæfingar, 8., 9. og 10. bekkur, eldra árið í 4. og svo báðir árgangar í 3. flokki, æfa 2 í viku á morgnana 6:30 á mánudögum og miðvikudögum, 6:30 til 7:20 og þá bjóðum við upp á morgunmat eftir þessar æfingar og svo byrjaðum við í skólanum krakkarnir klukkan 8. Æfum 2 vikur, tökum svo 1 viku í frí, þannig keyrum við þetta frá cirka 15. október til 20. apríl. Við pössum okkur á því að fara ekki nálægt keppnistímabilinu í sitthvorn endan við hættum. Þetta er kringum 20. apríl, þannig að til þess að minnka álagið og byrjum ekki fyrir 15. október eftir sumarið. Við höfum verið að þróa þetta skipulag. Við erum að æfa núna 2 vikur og gefum 1 í frí. Fyrir 3 árum var það þannig að við æfðum 5 vikur og gáum 1 viku frí, breyttum því svo í 3 vikur og gáum 2 vikur í frí og erum núna búin að keyra þetta í ár að æfa í 2 vikur og gefa 1 viku frí. Og opnuðum þetta raunverulega í byrjun árs 2014. Þannig að áður var valið inn á þessar æfingar. Það var verið að miða við cirka 5 í hverjum árgang og ástæðan fyrir því að við opnuðum þessar æfingar er að við vorum að eins og ég segi, þróa þessar æfingar og í raun og veru velta öllum steinum hvað þetta varðar og fengum Dr. Viðar Halldórsson með okkur inn í starfið og hann sem sagt kemur með þá hugmynd að hverju myndum við tapa með því að opna þessar æfingar
og þannig að við ákváðum að prófa það og það hefur gengið frábærlega. Það sem það minnkar ekki neitt á þessum æfingum, það hefur fjölgað örlítið en ekkert verulega. Í raun og veru erum við að keyra á sama fjölda á þessum æfingum eins og hefur alltaf verið. Þannig að kostirnir og gallarnir, það sem maður hafði náttúrulega áhyggjur af var að myndu mæta 200 manns með kannski 2-4 þjálfara. Það var ekki, en kostirnir við þetta eru klárlega þeir að þegar við erum að velja á þetta, að hættan er auðvitað svo að á þessum aldri að það fara einhverjir framhjá okkur, einhverjir öflugir karakterar eða flottir krakkar sem eru kannski akkurat þar í augnablikinu en munu skila sér, leikblúmirar og þess háttar, þannig að þeir sem að virkilega hafa metnað til þess að bæta sig og leggja þetta á sig að mæta þetta snemma á morgnana og hafa áhuga og metnað á því að þeir eru að koma sem að kannski að öðrum kosti hefði ekki verið valdir, og að sama skapi kannski þeir sem að voru á þeim stað en hafa einhver hluta vegna ekki metnaði til þess að gera þeim, voru kannski að mæta af því að þeir voru valdir eða pressaði heimann eða eitthvað slíkt, að þetta hefur gengið frábærlega. Þannig að afreksvið Fjölbrautaskólans, við erum samstarfið við Fjölbrautaskólann og höfum verið í mörg ár. Áður voru þeir á sama tíma og yngri krakkarnir, en fyrir 2 árum síðan þá byrjaði afreksvið innan FFA, þannig að við fengum þetta inn í stundatöflu og þau eru núna 4 sinnum í viku í stundatöflu, 2 í fótbolta, 1 sinni ein styrktaræfing og svo ein stoðgreinar þar sem er farið í næringafræði, íþróttasálfræði, íþróttalíffræði, jóga, sund og fleira. Og þetta velja krakkarnir, þetta eru inn á almennu námi og taka semst þetta svið með því, þannig að í staðinn fyrir valgreinar og annað slíkt þá koma þess inn í stundatöflu þannig. Þannig að á þessar æfingar að mæta í yngri hópnum tæplega 40, 35-40 og í afreksviði FFA sama, það tæplega 40, 20 strákar og 18 stelpur í Fjölbrautaskólanum sem núna. Þjálfarar þar eru Siggi Jóns og Helena Ólafs í báðum hópum. Eru afreksþjálfarar hjá okkur og stjórna þessum morgunæfingum. Skólinn sér síðan styrktaræfinguna og stoðgreinarnar. Og afreksstarfið hjá okkur, styrktarþjálfun í félaginu við höfum auðvitað verið með styrktarþjálfara áður, en við ákváðum að bæta aðeins í það í haust og réðum hann Hjalta sem var styrktarþjálfari meistaraflokks, en við bættum við hann og hann er að koma að auknum krafti inn í starfið hjá okkur og vinnur með 4. flokk og upp í meistaraflokk og erum sem sagt að svolítið samræma styrktarþjálfun frá 4. flokku upp úr, þannig að 4. flokkurinn sé að gera æfingar sem fara svo upp í 3. flokkurinn sé svolítið undirfari 2. flokks og 2. flokkurinn sé farin að styrktarþjálfun í öðrum flokki sé farin að er mjög svipuð og er í meistaraflokki, þannig að þegar að leikmenn eru komnir upp í meistaraflokka þá séu þeir búin að fara gegnum þetta ferli. Hjalti stýri því og er jafnframt sjúkraþjálfari liðsins og kosturum við það er auðvitað að krakkarnir alveg niður í 4. flokk geta leita til hans og við erum með sjúkraþjálfara á svæðinu og þannig að það er mjög aðgengilegt og hefur bætt þann þátt verulega hjá okkur það er sama kvennamegin, við erum með Önnu Sólveigu þar sem er styrktarþjálfari meistaraflokks og vinnur á sama hátt niður í 4. flokk. Hún er líka sjúkraþjálfari.
andleg þjálfun, eins og ég sagði áðan, Dr. Viðar Halldórsson kom til starfa hjá okkur í janúar 2014 og var þá að mestu að fókusera á meistaraflokk karla sem þá voru nýliðar í Pepsi-deild og hérna kom hérna verkefni var það að vinna með meistaraflokki karla í Pepsi-deild og hérna síðan hafa gerðu við hann 3 ára samningur og planið væri semst að hann myndi koma svo niður í flokkana og hann vinnur markvisst með þjálfurum bæði karla og kvennaflokkum og stýrir svolítið línunni hvað andlega þjálfun varðar. Við höfum verið að vinna svolítið með Vertu þinn eigin þjálfari sem þið hafið öll heyrt og presentera það svolítið fyrir okkar iðkendum og hann hefur haldið fyrirlestra fyrir okkar iðkendur og unnið með þjálfurunum og í þessum þáttum vinna með sjálfstraust, leiðtogafærni, markmið, viljastyrk og þjálfararnir okkar geta leita til hans ef það einhver atvik sem koma upp í þeirra liðum eða þeirra flokkum að það sé hægt að leita til hans og jafnvel hitta iðkendurnar ef það eru vandamál, kvíði, sjálfstraust eða hvað sem þið þekkið úr yngri flokkastarfinu. Markmannsþjálfarinn Guðmundur Heiðarsson, hann er markmannsþjálfari meistaraflokks karla, nokkurs konar yfirþjálfari markmannsþjálfara hjá okkur. Annar, þriðji og fjórði æfir 2 í viku markmannsþjálfun og 5. og 7. einu sinni í viku. Við erum með í öðrum flokki Páll Gísli sem er markmannsþjálfari annar flokks í samráði við Gumma, Skarphéðinn Magnússon og Árni Snær. Þeir sjá markmannsþjálfun í 3. og 4. flokki og hérna kvennamegin er Dótó, markmannsþjálfari meistaraflokks kvenna og Skarphéðinn sér markmannsþjálfun í 3. og 4. Þannig að hérna svo erum við með annarflokks markmennin okkar sem að sjá markmannsþjálfun 5. og 7. flokks sem að Skarphéðinn stýrir. Þeir eru undir handleiðslu Skarpa í þeirri markmannsþjálfun. Þannig að ástæðan fyrir að við fórum út í þessa markmannsþjálfun í 5. og 7. flokki var svo að markmiðið var að fjölga markmönnum í klúbnum og það hefur gefið góða raunleið og strákarnir vilja komast á þessar æfingar. Það eru oft upp í 7-8 markmenn sem eru að sækja þessar markmannsæfingar. Ekkert allir markmenn, ekkert allir sem markmenn endilega, en við erum að auka hérna fjöldan sem að prófa þetta, hefur áhuga á þessu og hérna erum að fjölga þannig markmönnum. Við vinnum markvisst með bestu ungu leikmönnum liðsins, það er meistaraflokk. Við erum með sprotahóp sem eru 13 til 15 leikmenn sem hafa sinn mentor. Við erum með 5 þjálfara sem ég yfirþjálfari skipar og hver mentor hefur cirka 2 til 3 leikmenn. Mentorarnir hittast á 5-6 vikna fresti og fara yfir stöðuna á þessum leikmennum. Þessi leikmenn eru flestir annarflokksleikmenn en hérna eru líka yngstu leikmennir í meistaraflokki og ef að þörf þykir að þá er 3. flokkurinn inn í þessu líka. Það er einhver á eldra árinu þar sem að við teljum að það eigi heima í þessum hópa, þá tökum við það inn, en langt flesti leikmenn eru í öðrum flokki. Þarna kemur inn á kannski samstarfi við Kára, meistaraflokk karla og annan flokk karla. Margir af þessum leikmennum eru viðriðnir öll þessi lið og við töldum á þessu tíma að við þyrftum einhvers konar
vettvang til þess að halda utan þessa leikmenn, þannig að leikmennir vissu nokkurn veginn á hvaða braut þeir væru, í hvaða ferli þeir væru, þannig að það farið vel yfir stöðuna með þeim reglulega og eins þetta auðvitað vettvangur til þess að bæta í ef þarf að láta á vita hvað þeir þurfa að bæta eða hrósa þeim eða hvað sem hvort sem meiðsli eða einhver braut sem þarf að vísa þeim á hvað það varðar. Þetta eru sirka 5 tímabil sem við höfum verið að vinna með í sprotahópnum. Það fótbolti.net mótið, síðan Lengjubikarinn, síðan fyrsti félagaskiptaglugginn í 15. maí, svo aftur 1. júlí og svo haustið. Þannig að þetta eru sirka 5 tímabil þar sem við erum að vinna með og förum vel yfir stöðuna með þessum leiknum. Þetta kannski leið ungra leikmanna inn í meistaraflokkshópinn hjá okkur, þeir sem koma til greina í meistaraflokkshóp. Finnst okkur að verði að vera búið að testa á annarflokksaldri, þó að sé ekkert hægt að setja tölur á þessa hluti að þá gerum við það nú samt. Cirka 80-100 æfingar, 15-20 leikir með meistaraflokk áður en að ákvörðun tekin framtíð þeirra hjá IA. Þetta kemur kannski út af því að þegar þessi strákar eru komnir, gengnir upp úr öðrum flokki, að þá viljum við að þeir séu komnir með góða reynslu af meistaraflokki, bæði æfingum og í leikjum, að þeim sé ekki kastað út í djúpulaugina haustið sem þeir gangu upp og fái einhverjar 3-4 vikur til þess að fá einhverja 3-4 vikna glugga til þess að sýna sig og sanna og ákvörðun þeirra framtíð sé tekin út frá því sem við viljum að þeir séu búnir áður að ganga svolítið, kynnast þessu og já, koma svolítið þekkja þetta, aukaæfingar fyrir bestu leikmenn, séræfingar. Við fórum af stað með það í haust, Guðmundur Hreiðarsson tók markmenn og við fengum Luka Kostik til að taka bestu varnarmennina á séræfingu og við höfum áhuga að taka líka miðjumennina og sóknarmennina. Þetta frá í afreksstarfinu okkar 4. flokk og upp í 2. flokk. Samstarfi við Kára. Leikmenn 2. flokks karla eru löglegir með Kára, þeir verða að vera skráðir í Kára, þannig að við skráum alla 2. flokks leikmenn í Kára. Til þess að geta spila með meistaraflokka þá þurfa þeir félagaskipti, þeir mega ekki vera skráðir í Kára og spila með meistaraflokk. Og markmiðið með þessu samstarfi frá okkur er að ungi leikmenn fái leikreynslu í meistaraflokki, þannig að komum við aftur inn á það sem við vorum að tala áðan með annarflokksstrákana, að þeir fái reynslu í meistaraflokki, spila á móti fullorðnum mönnum og komið svolítið inn í þetta fullorðins umhverfi á annarflokksaldri, þannig að þeirra undirbúningur upp í meistaraflokk verði betri. Og við sjáum þetta líka sem góða leið fyrir leikmenn sem að stíga upp úr meiðslum og þurfa leiktíma, þurfa mínútur. Við sjáum bæði Tryggva og Ólaf Val, þetta eru báðir leikmenn sem hafa spilað í Pepsi-deild þessi 2 ár síðan við komum aftur upp í Pepsi-deild. Óli fyrir árið sem að lendi í mjög slæmum meiðslum, sleit aftara krossband og var mjög lengi frá og við vorum í basli með að koma honum aftur inn út á völlinn. Þegar við vorum í fyrstdeildinni í 2014 þá var hann í basli og var búinn að jafna sig á hnémeiðslunum, en það tók ýmis konar meiðsli við og hann réð ekki almennilega við tempóið. Árið eftir að þá undirbúningstímabili fyrir árið 2015 þá
þá var sama, hann var í ákveðnu ströggli, kom upp á köflum og var svo í ströggli þess á milli. Þannig að í byrjun apríl að þá skiptir hann yfir í Kára, nær að spila 5 eða 6 leiki á 4 vikum í Lengjubikar, í bikarkeppni og svo í fyrstu leikin í Íslandsmóti með Kára og kemur svo inn í okkar lið í endaðan maí og fer þá beint inn í byrjunarliðið á Frostaskjóli móti KR og stendur sig glimrandi, sama með Tryggva sem árið eftir var í basli á undirbúningstímabilinu í meiðslum og var í miklu ströggli að koma sér almennilega í gang, hafði verið mikið meiddur í yngri flokkunum árin á undan og sama tíma endaði mars, byrjun apríl skiptum við honum yfir í Kára með sama markmiði, fá mínútur frá leikreynslu, keyra sig í gang og hann nær í þessari periódu sama 5-6 leikjum á 4-5 vikum í Lengjubikar bikarkeppninni og fyrstu leikjum Íslandsmótsins með Kára og bæði þessi tímabil að þá erum við í ströggli í meistaraflokki karla. Fá 5 stig í fyrstu 7 leikjunum fyrra árið og 4 stig í fyrstu 7 leikjunum seinna árið. Þannig að Tryggvi tekinn inn gegn Þrótti og það sama óvænt beint inn í byrjunarlið. Við tökum hann fyrr heldur en við áætluðum í ljósi bara gengisliðsins og við þurftum á honum að halda og hann kemur gríðarlega sprækur inn, töpum reyndar þeim leik en vinnur svo held í 5 í röð í deildinni og þar sem hann byrjar að alla og í raun og veru kemur okkur öllum á óvart hversu mikið hann spilar og hversu gott og hátt tempo á honum þannig að þarna erum við 2 dæmi sem eru frábær dæmi það hvernig þriðja deildin hefur nýst okkur og beina leið upp í Pepsi-deild. Samstarfið hefst snemma 2014, viðræður fóru í gang með fljótlega Svenni sem formaður og aðalmaðurinn í Kára, hann kemur til okkar og viðrar þessa hugmynd og hugmynd sem við höfum rætt áður og það var mikill vilji til þess að gera. Starfi hjá Kára var erfitt á þessum tímapunkti, það voru fáir leikmenn og æfingarnar, það var lítið tempo á æfingum vegna þess að það voru fáir leikmenn og gekk erfiðlega að koma því tímabili í gang. Við erum svo heppnir að Siggi Jóns akkurat að koma heima á þessum tíma upp á Akranes og ráðinn þjálfari hjá okkur og kemur inn í þetta samstarf sem þjálfari sem auðvitað gríðarleg lyftistöng strax í upphafi samstarfsins og auðvitað nafnið og áhrifin sem hann hafði strax á þennan hóp var gríðarlegt og skapaði strax mikinn áhuga og vilja til að koma og vera með. Kjarninn hins vegar, þetta sumarið voru annarflokksleikmenn og þar að leiðandi var gríðarlega mikið álag á þá leikmenn það sumarið. Þeir voru að spila gríðarlega mikið af leikjum. Káraliðið var byggt upp á of mörgum annarflokksleikjum og við vissum það. Markmiðið okkar var að annarflokksleikmenn myndu fylla upp í en yrðu aldrei kjarninn í Káraliðinu. Kjarninn í Káraliðinu væru leikmenn sem væru að fara úr starfinu hjá okkur sem fengju vettvang til þess að spila á góðu tempói og í góðri deild og eins og áður kom fram í meistaraflokksliðið okkar og svo þessar bestu annarflokksleikmenn sem væru þar leiðandi að fá aukna reynslu í meistaraflokksbolta. Þeir vinna sér sæti í 3. deild strax haustið 2014 og sem við kannski
gerðum okkur ekkert endilega kröfur strax fyrsta sumarið en alveg klárlega gríðarlega gott fyrir samstarfið og gríðarlega gott fyrir okkur að komast upp í þriðjadeild vegna þess að þriðjadeildin strax orðin hörku deild og það eru hörku leikir þar og fínt tempó þannig að fyrir okkur var frábært að komast upp í þriðjadeild þannig strax fyrsta sumarið. Og síðan næstu 2 árin þá kannski var undirbúningstímabilin fóru hægt af stað, var óvissa í leikmannamálum, menn voru að reyna fyrir sér í liðum á höfuðborgarsvæðinu eða hvar sem og voru svona að skoða sín mál. Kári var kannski ekkert endilega endastöðin þeirra, vildu komast hærra, þannig að leikmenn voru að fara á æfa og þjálfaramálin voru kannski óvissu líka. Við tókum þetta ár frá ári og þannig að liðið var kannski að hefja æfingar í febrúar, mars, ekki febrúar, taka þátt í Lengjubikar svo í kjölfarið. En núna í haust var svo breyting á að við réðum þjálfarann, réðum Lúlla sem hafði verið með Sigga þessi 2 ár í öðrum flokki og með Kára í raun og við lítum á þessi 3 lið, Kára, A og B lið í öðrum flokki, í raun og veru sama þjálfara teymið. Þannig að Lúlli og Siggi voru annarflokks þjálfarar og Siggi svo með Kára, en Lúlli var gríðarlega involveraður í Kára-starfið líka, fer svo út úr annarflokksstarfinu núna í haust og ráðinn þjálfari Kára og strax í haust og æfingar þar hófust 15. október sem bara á mjög svipuðum tíma og Pepsi-deildarliðin að byrja, þannig að undirbúningurinn er hafinn fyrr og við erum með kjarna í liðinu sem eru 12-14 meistaraflokksmenn, semst Kára leikmenn sem við byggjum svo upp áfram með okkar annarflokks leikmönnum og þeir eru nú þegar búin að spila 2-3 æfingarleiki og þannig að það er gríðarlega góð þróun í starfi. Ég held að það sé algjört lykilatriði að þjálfari þessa liðs, hann þarf alltaf að koma úr okkar starfi og við höfum haft puttana í því frá upphafi hver þjálfar þetta lið og hann komi úr okkar röðum inn í okkar þjálfarateymi. Þetta er gríðarlega mikilvægt og aðstofamaðurinn minn ritarinn Gulli, að hann er inn í þessu teymi líka, þannig að við erum allur þessi hópur kemur aðeins mentor eða sprotahóp sem í þessu mentorakerfi, þannig að í þessum liðum eru allir á sama stað, það allir að vinna í sömu átt, það hafa allir á hreinu hvert markmið samstarfsins og það er auðvitað gríðarlegur kostur að hafa í fyrstu skrefunum að þetta sé þjálfaramálin séu á hreinu í þessu og komi frá okkur. Að því að við byrjuðum 2013, Gulli er ráðinn meistaraflokksþjálfari þá haustið og ég var kominn inn í yfirþjálfarastarfið örlítið fyrr, að þá voru þetta svona punktarnir sem við stóðum frammi fyrir á þeim tímapunkti. Akkurat þá haustið er mikil þreyta í starfinu, það er búið að skiptum framkvæmdastjóra sumarið, það er búið að skiptum þjálfara, það voru 3 þjálfarar meistaraflokks á 3 mánuðum, nánast búið að skiptum alla stjórn á þessum tímapunkti, þannig að það var ljóst á þessum tímapunkti líka að það væri endurnýjun í þjálfarahópnum, margir þjálfarar búin að vera lengi og sem við vissum að væru að hugsa að hætta sem þeir gerðu svo og á þeim tímapunkti gríðarlega erfitt að fá þjálfara í bæjarfélaginu
og við leituðum út fyrir bæinn og þetta ár var mikið ströggla að ráða í þær stöður. Seinna að þá förum við út í það að ráða í stærri stöður. Við fáum Skarphéðin Magnússon inn sem var að klára félagsfræði í Háskólanum í janúar 2014 sem að kemur inn í fullt starfi í þjálfunni okkur í 7. og 7. flokk karla og 4. flokk kvenna. Við fáum Sigga Jóns inn sem að kemur í fullt starfi okkur í 2. flokk karla Kára, 4. flokk karla og svo í Afreks þjálfunina og þannig að við höfum fjölgað þjálfurum á þennan hátt. Við höfum kannski ekki fjölgað hausum en við höfum fjölgað störfunum inn í félaginu á þann hátt. Fjölgað landsliðsmönnum á þessum tímapunkti þarna í desember þá valinn stór úrtakshópur í öllum karlalandsliðum. Ég held að það eru 140 leikmenn sem eru valdir í desember og við áttum einn. Það sjokkeraði okkur svolítið og það var ljóst að við erum að fjölga þessu. Fjölga þjálfurum eins og ég sagði áðan og þá vorum við á þessum stað og urðum einnig að fjölga. Við vorum með of fáa þjálfara. Það var búið að stækka starfið hjá okkur. Iðkendafjöldi hafði hækkað mjög mikið en þjálfurum hafði ekkert fjölgað samhliða því, þannig að það var ljóst að við yrðum að fjölga þjálfurum. Breytt fyrirkomulag afreks og morgunæfinga. Eins og ég sagði áðan að þá vorum við á þessum tímapunkti að æfa í 5 vikur og 1 vika í frí yfir allan veturinn og við fórum í að æfa 3 vikur og tókum 2 vikur í frí og eins og ég sagði við erum komin núna 2 vikur og 1 viku frí. Það lá fyrir að við erum að fjölga iðkendum, sérstaklega kvennamegin og þá lögðum við mest áherslu á yngstu flokkana eins og ég sagði áðan með 8. flokkinn að kynjaskipta þeim æfingum og það gekk mjög vel til að byrja með og 7. og 7. að keyra svolítið upp þær tölur og þá iðkendur í kvennamegin sem að vonandi skila sér síðar. Meistaraflokksliðið féll úr Pepsi-deild sumarið 2013 og féll mjög illa. Stefnan var komin á slæman stað. Það voru mjög margir leikmenn sem fóru í gegnum tímabilið 2013, margir útlendingar og fallum haustið eins og ég sagði áðan 3 þjálfarar. Gulli 3. þjálfarinn það sumarið. Þannig að það var ljóst að þurfti að taka aðeins til í liðinu og fyrsta markmið var að búa til liðsheild. Þannig að við urðum að fækka í raun og veru meistaraleikmönnum, strúktúrera hópinn þannig að við kæmum ungu leikmönnum að og þeir leikmenn sem við myndum fá til þess að styrkja liðið að það væru leikmenn sem kæmu og myndu efla liðsandan í klefanum, liðsandan í liðinu, væru karakterar sem við værum að leita að og þeir leikmenn sem við fengum á þessum tímapunkti voru Darren Loch, vinstri bakvörður frá Káa, frábær karakter sem kom gríðarlega sterkur inn í allt samfélagið okkar, frábær yngri flokka þjálfari og frábær leikmaður í liðinu. Arnór Snær sem kemur frá Aftureldingu sem var þá fyrirliði Aftureldingar, tvítugur. Hafsend Ingimar Elí fáum við frá FH sem fyrirliði HK í dag. Wenzel Steinar fáum við frá Aftureldingu sem fyrirliði Aftureldingar í dag. Og svo Hjört Hjartarson sem við fengum inn líka sem auðvitað gríðarlega öflugur karakter inn í liðinu og við ætluðum beint upp í úrvalsdeild hvað sem það myndi kosta. Það yrði að gera strax. Skaginn
þyrfti á því að halda og sem betur fyrir þá gekk það upp. ID félagsins þurftum við svolítið að finna aftur þennan baráttuanda og það sem að Skaginn svolítið þekktur fyrir work ethics á æfingum þurftum við aðeins að finna aftur og svo framvegis og leið ungra leikmanna í meistaraflokk karla var líka mál á dagskrá hjá okkur. Eins og ég sagði, það voru margir leikmenn sem fóru í gegnum meistaraflokksliðið sumarið 2013 og þar að leiðandi erfitt fyrir unga leikmenn að fá þennan æfingatíma, fá þessar spilmínútur. Yfir vetratíman var verið að prófa mikið af erlendu leikmennum, kannski á kostnað þessara mínútna hjá ungu leikmennum og styrkja innviði liðsins sem að kemur kannski seinna þegar við ráðum Dr. Viðar, fáum Gummar Heiðar sem markmannsþjálfara, fáum Hjalta sem styrktarþjálfara sem jafnt og þétt við aukum hans hlutverk í liðinu. Þannig að við vildum styrkja svolítið þessa umgjörð í kringum liðið og vorum alveg tilbúinir til þess að gera það í stað einhverja leikmenn að kaupa, fá færi leikmenn til liðsins og styrkja þá frekar þessa þætti. Er það ekki? Bara takk kærlega fyrir okkur, takk fyrir að koma. Ef það eru einhverjar spurningar þá bara endilega skjótið. Hefur þið eitthvað að láta stelpurnar bestu spila með strákunum? Það er spurt hvort að stelpurnar sé að æfa með strákum. Nei, en við höfum gert það öfugt. Við höfum látið strákana æfa með stelpum, alveg niður í 5. flokk. Við höfum tekið 34 stráka úr 5. flokki kalla yfir á æfingu á 5. flokki kvenna til þess að taka þátt í sendingaæfingum, til þess að taka þátt í tækniæfingum, til þess að með það markmið að auka tempóið á þeim æfingum, til þess að stelpurnar sjáu hvernig þeir æfa, sjáu hvernig þeir hreyfa sig og svo framvegis til þess að hafa þau áhrif á stelpurnar og við höfum gert það alveg upp í meistaraflokki. Við höfum tekið hóp úr 3. flokki kalla sem æfir með meistaraflokki kvenna. En við höfum ekki gert það öfugt, ekki markvisst, þó eru dæmi það. Getur það einhver spurningar? Ég skal spyrja einhvern veginn. Mér langar svolítið að ég var upp á Skaga síðast 2001, ég var þarna í 3 ár, frábær tími. Það var svo ábyrgandi bara metnaðurinn og hugafari hjá bara bæjarbúum, þetta skipti á svo miklu máli. Og þetta breyst náttúrulega mikið, það er náttúrulega Skaginn hefur ekki lengur það bólmagn til þess að berjast til bestu félögum, þess með mesta peninga. Hvernig væntingarstöðunin bara? Er það bara ásættilegt að vera í 7. og 8. sæti? Já, Láki spyrum kannski sögu og metnað og væntingar til liðsins sem hefur auðvitað verið krafa að hafa meistaraflokkslið í fremstu röð. Já, þetta hefur að einhverju leyti breyst svolítið, sérstaklega þegar við fórum niður 2013. Að þá svolítið breyttist þessi umræða en krafan alltaf og hún verður alltaf þannig að Akranes fótboltaliðið sé í fremstu röð en krafan að landa titlum ár eftir ár það hefur aðeins breyst og ég held að fólk svona almennt hafi gert sér svolítið grein fyrir því að það tækir svolítið tíma að koma ungu leikmönnunum inn í liðið og krafan auðvitað í leiðinni að kjarninn sé heima. Það er bara þekkt staðreynd.
að krafan sé að meistaraflokksliðin okkar séu byggð upp á heimamönnum og ég held að svona almennt að fólk hafi gert sig grein fyrir því að það kæmi ekkert 1, 2 og 3. Þá langar mig að spyrja í kjölfarið, það sem allir voru að ræða. Það leikstílinn. Er hann kominn til leikmannahópurinn, er hann góður? Eða er þetta eitthvað sem henta liðinu út af því að við erum náttúrulega búin að vera með Árna í markinu sem getur sparkað 70-80 metra. Og er ID-ið kannski að fara ef að hann er að fara og Ármann Smári? Er þetta að setja ykkur vandræði nefnilega? Spurt er leikstíl skaðalinsins undanfarin ár og hvort að það sé... Já, bara þú veist, það er sungið þetta skami skoruðu mörkin. 2001, þá var Skæri stofnað kring 1950 ekki þetta. Þá er hlutastlega 2001 og Skæri búin að vinna sko langflest titla á Íslandi. Sigursælasta lið á Íslandi. Já. Og þekktur við frábæran sóknarbolta sem enda á fyrirgjöfum og eitthvað sem bóta inni. En eins og ég sé bara með íslenska landsliði þá var ekki bannað að spila yfir miðjumennina. En ég er bara að spá í þetta að þú veist, þurfið þið að gera þetta til að halda lífi? Þurfið þið að spila fótbolta sem er sparkað yfir, markmannir sparkað yfir miðjuna og ég er ekkert að setja út á. Bara, hefur þetta þróast út í þetta í neyð eða er þetta bara sem nýtist ykkur best eða? Já, spurtur leikstílinn og hvort að hann sé hérna út frá leikmönnum eða hvort að sé hérna að því að við höfum sterka leikmenn í loftinu innan okkar liðs. Já, ég held að sé klárlega spilum við á styrkleikum. Við erum með Ármann Smára sem er mjög sterkur í föstu leikadrifum, við erum með Garðar sem er mjög sterkur í föstu leikadrifum, Arnar Már. Garðar er sterkur í því að hann er sterkur að halda bolta, eins og kemur inn á Árni Snær frábær spyrnumaður, þannig að hérna, óhjákvæmilega þá höfum við höfum nýtt þá spyrnugetu og hérna, en ég er ekkert alveg sammálaður í því að leikstíllinn sé gegnum gangandi, sparka yfir miðjuna og sparka eins langt fram og við getum og fært liðið upp. Við höfum verið að spila að mestu leyti 4-4-2 sem hérna hefur verið kantspil og við höfum verið að reyna að auka kantspilið og auka fyrirgjafarnar inn í teig og erum þar með Garðar og Garðar 2 af síðustu 3 árum hefur verið markahæstur í deildinni, fyrst í fyrstu deildinni með 90 mörk og svo fekk hann gullskóinn í fyrra. Þannig að við höfum verið að skora mörk á þessum tímabilum. Nei, ég er ekkert að setja út á Nei. Ég er bara að spá í ID-ið og... Er lína frá þér varðandi leikstíl? Já, sama hátt. Línan í yngri flokkum er algjörlega þannig að við keyrum á og vinnum með í raun og veru styrkleika hvers þjálfara fyrir sig. Ég hef ekki viljað setja línu í yngri flokkum hvernig við spilum, eða það er að segja hvaða leikkerfi við spilum í hverjum flokki fyrir sig. Það kemur til að því líka að krafan er að við spilum með heimamenn í meistaraflokksliðinu og við erum yngri flokkastarfið okkar gengur mikið út á það að búa til leikmenn fyrir meistaraflokksliðið okkar, verða meistaraflokksleikmenn í efstu deild á Íslandi og við viljum skila upp í meistaraflokk leikmennum sem eru hvað maður segja ekki einskorðaðir við eitthvað ákveðið hlutverk í einhverju ákveðnu leikkerfi. Við viljum hafa miðjumann sem getur og kann mismunandi hlutverk í leikjum og þessi hollenska aðferð sem við þekkjum að setja Ajax aðferð sem er að spila 4-3-3 í öllum flokkum, kantmaðurinn spilar svona og hleypur svona og færir sig svona
Í okkar umhverfi á Íslandi og ekkert öðruvísi á Akranesi að þá bara þurfum við leikmenn kantmann sem kann að spila 4-4-2, sem kann að spila 4-3-3 og svo framvegis. Við lendum svolítið í því 2013 að við erum með 3 meistaraflokksþjálfara þarna sama tímabili. Enginn aðeins spilar sama leikkerfi sem gerir það að verkum að það voru góði leikmenn innan okkar liðs sem að lendu í vandræðum. Leikmenn sem eru heimamenn og koma í gegnum starfið okkar og hérna lenda í vandræðum í þessu kerfi. Þannig að mín skoðun svo að og það sem við höfum byggt núna á síðustu 3 árum er að hver þjálfari í raun og veru praktisera sitt leikkerfi, sína styrkleika og þjálfar það sem að honum líður best með og kann best og þannig færist hann upp á milli flokka og kemst í tæri við mismunandi áherslur í hverju kerfi fyrir sig. En á móti kemur að við erum kannski með línulegri þjálfun í styrktarþjálfun, í fitnessþjálfun, í uppbytun, í leikstíl, í sendingaræfingum og svo framvegis. En línan í taktík og leikkerfum er svo. Núna fóru austur daginn. Já. Getur eitthvað sagt okkur frá pælingur með því? Já, við fórum frá á Austfirði, heimsóttum Hött á Egilsstöðum og Einherja á Vopnafirði. Það kemur til út af því að Akranes á sínum tíma var svolítið landsbyggðarlið í kringum 8, 10, 90 að þá 70 jafnvel og fyrr að svolítið landsbyggðarlið og var náttúrulega eins og komaði fram mjög sigursælt lið og margir út á landi héldu með að við höfum eitt af okkar markmiðum var að skoða svolítið í kringum okkur með unga leikmenn á landsbyggðinni. Við höfum í gegnum tíðina fengið frábæra leikmenn sem koma á landsbyggðinni, Grétar Rafn, Óla og Steinar Adolfssyni og svo framvegis. Síðan gerist það í haust að Ármann Smári sem auðvitað frá Austfjörðum, það haft samband við hann frá Vopnafirði og spurt hvort að við séum að heimsækja klúbba og hvort við höfum áhuga á því, hvort það sé möguleiki á því og við tókum mjög vel í það og fórum 4, ég fór og Ármann Smári, Arnór Sigurðsson sem ungur leikmaður í okkar liði og svo Skarphéðinn sem þjálfari hjá okkur, markmannsþjálfari og yngri flokka þjálfari, heimsóttum þessa klúbba og kynntum okkar starf, kynntum Fjölbrautaskólann. Markmiðið með ferðinni var ekkert að leita leikmönnum eða taka einhverja leikmenn með okkur heim, en markmiðið var að kynna okkur og ef það væru efnilegi leikmenn sem væru á leiðinni suður í framtíðinni að við værum þá búnir að kynna okkur og þeir vissu af þeim leiðum sem að standa þeim til boða á Akranesi og kynntum samstarfi við Fjölbrautaskólann og það allt saman. Já, þeir eru allir sattir af spurningum og súpum. Það er frábært þá bara stökkum við Jóni.